Orkunýting framtíðarinnar mun í auknum mæli byggja á sjálfbærni. Við höfum að draga úr notkun eldsneyti sem kemur frá kolefnum. Já, ég tel að samráðsvettvangurinn hafi nú þegar skilað miklum ávinningi og við eigum að halda áfram á þessari braut, skapa þennan vettvang sem að samráðsvettvangurinn til samtals og kynna þar til sögunar hugmyndir, leiðir fram á við á einstaka sviðum. Eflaust verða menn ósammála einstaka útfærslur en það á enga síður að halda samtalinu áfram. Það eitt og sér hefur tilgang í sjálfu sér. Mér finnst að viðskiptaráð hafi staðið sig vel í því að hafa góðan fókus, að hafa skýra sýn á mikilvægustu verkefnin og sérstaklega kannski áttu þetta við á þeim tíma sem Ísland þurfti hvað mest á því að halda, að menn risu upp úr þeim erfiðleikum sem við stóðum frammi fyrir hér í fjármálahruninu og fóru bara að leggja áherslu á það, hvernig aukum við framleiðnina, það grundvöllur bættra lífskjara. McKinsey-skýrslan var mikilvægt innlegg inn í þá vinnu, halda sínu striki, láta ekki deigan síga, heldur bara flytja sama rétta góða boðskapinn það að lífskjör eru nátengt framleiðni aukningu og aukinni framleiðslu á Íslandi. Ferðaþjónustan á margan hátt kannski en að slíta basskónum. Við erum að læra að eiga við þennan mikla fjölda ferðamanna sem farin að koma hingað á hverju ári. Við höfum líka séð gengi íslensku krónunnar breytast yfir þennan tíma og við vitum ekki nákvæmlega við hvaða raungengi í raun og veru ferðaþjónustan getur þrifist til langs tíma. Þetta þess vegna að slíta basskónum í mínum huga að fara í gegnum þennan tíma. Og nú þurfum við að fara að horfa til lengri tíma, setja okkur langtíma markmið, tryggja sjálfbærni í greininni, stjórnvöld að huga að innviðunum, en greinin að koma undir sig fótunum með langtíma sýn.